Gerðu svo vel, Þorbjörg. Takk fyrir, gaman að vera með ykkur hérna í dag. Ég ætla að fara yfir 3 þætti í erindinu, fjalla aðeins mikilvægi menntastefnunnar, segja frá leiðarlyklu stafræna hæfni sem skilgreint verklag fyrir starfs- og skólaþróun og eins fer ég inn á hluti eins og könnun á stöðu upplýsingatækni í skólum borgarinnar, veruleika COVID og jafnvel fleira. En við skulum bara byrja á því að staldra aðeins við og velta fyrir okkur þessum stórkostlegu breytingum sem við erum að upplifa núna fyrir tilstilli stafrænna tækni, hvort sem það eru svona viðamiklar ráðstefnur eins og Menntakvikan í dag eða hreinlega einstaka kennarar, og þá jafnvel kennarar sem ætluðu sér ekkert að verða sérfræðingar í notkun Google Classroom eða fjarfunda með nemendum sínum í Google Meet á 0.1 í vor, eins og við sáum, eða þá hreinlega bara í haust. Og bara munum eftir því að vera stolt og þakklátt fyrir fagfólkið í menntakerfinu sem hefur verið í framvarðasveit menntunar og sinnt þessu mikilvæga verkefni til að halda uppi dampi í nám og kennslu fyrir nemendur okkar á öllum aldri. Menntastefna Reykjavíkur sem var samþykkt í nóvember 2018, hún hefur líka haft mikil áhrif á þróun skóla- og frístundastarfs og í rauninni hluti af þessari uppskeru sem við sjáum núna á Menntakviku einmitt sýnileg í alls konar erindum og mjög margt af því sem kemur fram í kynningunni minni hefur einhvers konar vísan og tengingu í stefnuna. Já, og það má kannski bara alveg segja það að það hefur verið draumur að taka þátt í innleiðingu menntastefnunnar. Hún þessi umgjörð menntun sem byggir alveg á farsælu skólastarfi en að taka framtíðinni opnum örmum. Hún að veita nýrri tækni, þekkingu, hugmyndum og fjölbreytileika farveg og í stefnunni lögð alveg skýr áhersla á að við nýtum stafræna tækni til þess að auka menntun, veita börnum fjölbreytt tækifæri til sköpunar og tjáningar. Og hérna eru bara nokkra myndir sem ég stóðst ekki að skjóta inn til að hressa aðeins upp á þetta erindi. Þessar myndir eru teknar í Mixtúr í Safamýri, þar sem fagmennska og samstarf og samráð hefur fengið að gerjast. Reyndar aðeins lengra á milli fólks í dag heldur en þegar þessar myndir voru teknar. Og þó að Mixtúr að þessum við vinnum sé fyrst og fremst hugsun sem eining fyrir starfsþróun starfsfólks, þá höfum við líka tekið á móti nokkrum nemendahópum og kennurum með leiðbeinendum líka og þá erum við á sjálfsögðu eins og menntastefnan leggur áherslu á að horfa á barnið sem virkan þátttakanda og ofboðslega skemmtilegt að vinna með stafræna hæfni og stafræna tækni inn í Mixtúru. En þá það leiðarlykillinn. Hann snýst stafræna hæfni og hann settur upp sem skilgreint verklag fyrir vinnu í starfs- og skólaþróun. Og leiðarlykillinn, hann nýtir meðal annars alþjóðleg viðmið, það DICOM-EDU hæfniramminn og matsverkfærið Selfie sem við fáum að heyra meira í erindi 2 og þessi verkfæri eru nýtt til að skapa svo gífurlega mikilvæga sýn á hvað í rauninni stafræn hæfni, viðfangsefni og leiðir í námi, starfi og kennslu í grunnskólunum sem skipta einhverju máli. Og verkefnið það tengir starfsemi nýsköpunarmiðju menntamála. Það hefur það hlutverk að styðja við innleiðingu nýrrar menntastefnu og verkefnið sem að nýsköpunarmiðjan vinnur í samvinnu við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og fleiri góða aðila. Já, hæfni, það eitthvað sem hefur fengið skýrari fókus í nám og kennslu og við sjáum líka áherslu á hæfni og hæfnilýsingar í alls konar starfslýsingum og umræða hæfni kennara líka ekki undanskilin og svo eru hlutir eins og áhersla á lykilhæfni 21. aldarinnar sem við sjáum út allt og
stafræn hæfni einmitt dæmi lykilhæfni sem mikilvæg og sjáum orðið meira af svona matstækjum og græjum og hins og hinu þessu. Og ef við hoppum þá bara inn í lýsingu á leiðarlyklunum, þá hann sem sagt, þetta verkfæri í rauninni skilgreint verklag og hann settur upp í þessum 5 þáttum og fyrsti þátturinn alveg gífurlega mikilvægur. Það þessi ákvörðun þátttöku skólans, það stofnun verkefnateymis og aðkoma ráðgjafa, til dæmis aðkoma ráðgjafa frá nýsköpunarmiðjunni. Stöðutaka, 0 punktur, þá næsta skref og þá selfie sem við fáum að heyra meira á eftir, lagt fyrir stjórnendur, kennarar og nemendur. Vinna með hæfni og skilgreiningar og hæfni og rýni í hæfni 3. þátturinn og þá verið að nota DIGCOMP rammann sem myndumst á. Nú starfsþróun í bland við annað, þar sem við fókuserum á lærdómssamfélag, starfsþróun eins og passar í hverjum starfsstað og bara hæfniþróun tímabil í lyklinum. Svo köllum við síðasta þáttinn skólaþróun sem í rauninni þannig að þá verkefnið fest í sessi með innra skipulagi, þróun og mati og það sem svo mikilvægt og heyrum kannski meira á eftir að árangur nemenda og staðan þá metin áfram með selfie matsverkfærinu. Aðeins hæfni rammann sem lýsir hæfni sem við eigum að vera að fást við í skólanum og stafrænni hæfni kennara. Hann frá því í lok 2017 og ef þið horfið á myndina þá byggir hann á 3 þáttum. Það annars vegar fagleg hæfni kennarans sem þessi fyrsti hringur, þetta eru 3 hringir, fagleg hæfni kennarans, síðan það kennslufræðilega hæfnin sem algjör kjarni í þessum ramma og það sem svo gott við þennan ramma umfram mörg módel og ramma sem við höfum oft séð gegnum árin að áhersla á hæfni nemandans alveg kýrskýr inn í þessu. Nú það eru 6 flokkar í mismunandi litum sem ramminn byggist á og lýsir stafrænni hæfni. Það eru samtals 22 hæfniþættir sem falla undir þessa flokka og svo í efninu sem fylgir eru 148 nánari svona lýsingar á því hvað þetta eiginlega sem stafræn hæfni snýst og það mjög fínt efni sem fylgir DIGCOMP hæfnirammanum. Það handbók, það einfaldur hæfnirammi sem fínt til þess að svona para sig við og svo til leiðbeinandi sjálfsmat sem við fengum leiði til að þýða en mér sýnist að við munum ekki fara í þá vinnu. Heldur tökum við meiri áherslu á rammann sem við eigum svo sem til þýddan og þessi dæmi starf, af því þau eru svo gagnleg til þess að para sig við og velta hæfni sinni fyrir sér. Já, ég sé að tíminn alveg æðir áfram, en ég ætla að hoppa yfir í 3. þáttinn sem könnunin, COVID og hvað svo. Menntastefnan náttúrulega hefur haft alveg heilmikil áhrif og COVID hefur haft alveg heilmikil áhrif, við vitum það öll og við finnum það vel í skólastarfinu í Reykjavíkurborg þar sem börn og kennarar detta í sóttkví eða einangrun og við heyrðum sögu í gær af skóla þar sem það var einn kennari sem hafði verið veikur á mánudaginn og fekk að fara inn í skólann til að redda alls konar hlutum, bókum og búnaði. En veruleikinn sérstakur, en svipað leyti og COVID var að skella á, þá kom samþykkt frá skóla- og frístundaráði að það yrði lögð fyrir könnun til að skoða í rauninni hvort að viðmið aðnámskránar, hæfniviðmiðið mitt í upplýsing og tæknimennt og þessi viðmið tíma í kennslu upplýsing og tæknimennt, hvernig það í Reykjavík, hvort þessi væri framfylgt.
Og við nýttum tækifærið og byggðum á gamalli könnun og spurðum líka fleiri þætti, eins og bara COVID-skólastarfið. Val í upplýsingatækni, nánar forritunarkennslu, námsmat við lok grunnskóla, upplýsingaver, hvort upplýsingaverin væru svona í átt að því sem að aðalnámskráin skilgreinir, snillismiðjur, eða þessast makerspace á ensku, og óskir starfsþróun. Við fengum 80% svörun, mjög fróðlegar niðurstöður sem að við höfum aðeins byrjað að vinna úr og munum vinna frekar með eftir því sem starf á COVID-tímum leyfir. Það er bara okkar veruleiki og það sem við erum kannski líka að skoða núna er svo mikið hversu hæfir eru skólar til þess að halda áfram námi og kennslu í þessum blandaða veruleika, svona hybrid veruleika. Þannig að kannski fókusum okkar alveg eins á fjarkennslu eins og þetta. En DIGCOMP-ramminn, hann stendur til þess alveg fyrir sínu, hvort sem við erum stað eða fjár og margt gagnlegt í honum sem að kennarar sem þurfa að hoppa yfir í fjárveruleikan geta nýtt til að rýna í eigin starfshætti. Já, svo átti ég bara svo skemmtilega glæru frá því föstudaginn 13. mars sem ég ákvað að skella þarna inn einhvern veginn til þess að undirstrika þennan klikkaða veruleika okkar núna. Þennan dag var haldinn blaðamannafundur samkomubann og sama dag áttum við sem betur fer bókaðan fund með stjórnendum og UT-tengiliðum grunnskóla þar sem við gátum rætt þennan veruleika. Við héldum að við værum að detta inn í fjarkennslu en skólinn var ekki lokað nema sumum. Þetta lokuðu skólar í vor. Það þau búið sérstakur tími. Já, og það sem ég er með úr könnuninni og ég er algjörlega að renna út á tíma núna er hakkaðar niðurstöður, klipptar og límdar. Hér er dæmi þetta með fyrirkomulagið. Þetta var svona tiltölulega ítarleg könnun, en hérna er dæmi með eina spurningu þar sem að UT-tengiliðir skólastjórar og svo fólk á stigunum var beðið að svara. Og þetta sýnir algengasta fyrirkomulagi í kennslu í upplýsingatækni samkvæmt þessum svörum. Og það var hægt að merkja við fleira en eitt. Og við sjáum, og mér finnst það bara mjög jákvætt að sjá, að samþætt í öðrum fögum fær mörg svör. Fyrsti dálkurinn, hann er sérstakir tölvutímar, tímar á skólasafni, ekkert svo rosalega mikið, valtímar og engin sérstök UT-kennsla, það er unglingastigið. Og svo líka svarað hvort að kennsluáætlun í upplýsingatækni til. Þetta eru kannski svolítið lágar tölur og svo hvort að nemendur fá einkunn eða umsögn í UTM og það eru hlutir sem við þurfum að skoða betur. Ef einhver hefur svarað á ekki við, þá eru það einfaldlega skólar sem eru ekki með yngri bekki, segi ég. Nú önnur tafla svona í lokin sem er náttúrulega fróðlegt að sjá og kannski skoða betur er hverjir það eru sem sjá kennslu í upplýsingatækni. Sérfræðingar í skólasafni, sérfræðingar á skólasafni koma að, tölvukennarar, það er ekki margir þar, en það eru umsjónarkennararnir í þessu hlutverki. Svo stundum eru það aðrir starfsmenn skóla, einstaka sérfræðingur utan skóla sem þau greinilega einn á ekki við, þannig að þetta gefur þessa mynd að því að umsjónarkennarinn er í mörgum tilfellum ábyrgur fyrir því að fylgja eftir hæfniviðmiðunum. Við eigum alveg fullt af svörum sem eru áhugaverð, en ég ákvað núna að enda bara á þessum glærum, það sem við rákum augum í þegar við vorum farin að skoða tölur, var að hæfniviðmið að beita réttri fingrasetningu þegar nemendur klára 10. bekk. Það fekk ekki háa tölu. Skólarnir eru beðnir að gefa stigvaxandi tölu við hversu mikil áhersla væri lögð á hæfniviðmið. Kom mér pínlítið á óvart að á yngsta stiginu
fekk þessi heimildavinna, forritunarvinna og vefsíðuvinnan ekki, fekk svona hlutfallslega, lága tölu og þetta með sko tölulegu, framsetninguna fekk líka lágt. Og svo ætli við hendum ekki bara þessar, því klukkan er svo margt. Vefsmíði, hún er greinilega ekki mikil í því sem tölvunum sem við fengum. Sköpun og miðlun, svona forritun, hún fær bara ekki, ég merkti sérstaklega við, vegna þess að það kom mér á óvart. Það kemur hins vegar engan veginn á óvart hvað það eru lágar tölur. Ég sé að klukkan er orðin korter hjá mér, þannig ég ætla hreinlega bara að stoppa og hætta að deila. Þannig að stöllur mínar geti komist að. Það er bara